Bjöggi, út á leiðina á þetta 19. stórmót, svona kannski aðal spurningin sem ég reyndar gera ráð fyrir að svarið en verður þetta þitt síðasta stórmót? Mjög erfitt að segja. Ég er búinn að ganga út á því að hver stórmót síðustu svona 10 ár sem mitt síðasta. Þannig að gera með þess að bara fyrsta mótinu mínu. Maður veit aldrei, en ég held að ég er allavega þetta mót eins og öll önnur. Það er bara alltaf að njóta þess og hvað sem það sé mitt fyrsta eða síðasta. Þú ert ekkert búinn að taka neina ákvörðun eða þegar fjölskyldan rætt þetta? Nei, við ræðum þetta hverju ári og ég fæ alltaf leyfa á konu til þess að fara. En það er ekki komið alla að fara að ræða og ég, meðan skrokkurinn heldur og meðan ásturinn til staðar sem hún er til staðar, þá er þetta ennþá on og ég líf yngur það. Þegar ég mæti á allar æfingar í Val þá er ég bara peppaður og með mikla ástur í því. Og landsliðið er bara einhvern gullótt sem ég heldur líka með lífinu, haldur maður gangandi bara þegar það er ekki liðsæfing eða gera eitthvað sjálfur. Það er eitthvað sem að veitir mér orku og ég er bara full force bara þangað til að líka með sig stoppið hérna. Þú ert alltaf búinn að vera fastamaður í íslenska landsliðinu eins og segir bara, ég man ekki síðan hvenær, en í síðasta verkefni þá valdi Snorri Steinn þriðja markmann í Ágúst Elí sem kom svona mörgum óvart þar sem hann hefur svona ríghaldið í það að vera með 2 markmenn í sínum landsliðshópum. Það mætti segja að þú hefði gripið kannski tækifæri í Þýskalandi og bara einhvern veginn nelt þessa stöðu í janúar. Ertu sammála því og var eitthvað vangaveltur þegar þú sást að Snorri Steinn tók 3 markmenn í síðasta verkefni? Ef ég alveg hreinskilinn þá Vertu hreinskilinn? Já, þá setjum spurning við það sjálfur og gynna skipti, hvort ég sé komið endastöð, hvort ég sé nógu góður, hvort ég sé með fullri verið fyrir deildinni heima. Þá er ég að koma úr kannski ekkert brjálæðislegum leikjum. Það er engin pressa kannski fyrir fram að 40 manns í stúkunni og það er alveg munur að fara úr einhverjum leiki ólegs á móti miðlungsliði eða fara á móti þjóðurum í Þýskalandi. Og ég sagði alveg Snorra persónulega, ég þurfti líka að sjá bara ef ég er klár og ég er góður þá er ég klár, þannig að það snýst bara það í deliveran á vellinu. Kannski munurinn á sem ég geri og kannski aðrir markmenn, þetta er ekki bara að verða bolta sem að telja, þetta er líka ákveðin orka og þetta er ákveðinar menn tala sendingarnar mínar og tala alls konar hluti, þannig ég held að ég get gefið liðinu slatta öðrum hlutum heldur en bara vörðum boltu og ég er nú ekkert sérstaklega hrifinn sjálfur af statistík því að hún segir bara ákveðin hluti. Ég held að því svona liði að sé dýnir mér líka bara mikilvæg, hvað sem þetta reynslega, hvað sem það kallar það og meðan ég er ennþá að verja boltanum líka þá held ég að sé bara ástæðis að trúa því að ég geri gagn. Það er alltaf svona óvænt staðan sem gerist í kjölfarið síðan eftir þetta verkefni. Ágúst Elí rifti alltaf samlingi sem við Ribe Esbjörg, svona leiðileg staða sem hann lendir í á sínum ferli. Já, skelfileg og ég bara vorkenndi honum ógeðslega mikið úti og knúsaði hann bara eitt bind til leikinn hans og því að kannski líka bara það var mikið undir hjá honum, ekki bara landsliðsverkefni líka, þetta er líka bara daglega líf aðeins. Þannig var samningslaus og var svona verða samningslaus og vildi sanna sig og kannski var bara mikið undir. Kannski ekki þægild að vera með allt undir í einum leik og byrja ekkert vel leikur og ekkert frábær leikur að fá það sem lentu bara eiginlega á vegg báðum meginn á vellinum. Þannig þá var það erfitt fyrir einn mann alltaf að snúa því við, þannig að þessi bara sorgleikur að henda en ég er mjög grunn að hann enda á góðan stað, enda góð drengur og góð markmaður, þannig hvað sem þessi skrif eitt tilbaka til að 2 fram er bara verið hann að sína því. Ég hef trú að hann sé ekkert hættur í að láta til þess taka.